gaman að fá þig í heimsókn. Takk fyrir að hafa mig. Gaman að koma. Þetta átti ekkert rosalega langan aðdraganda hjá okkur. Þetta áhugavert, sko, minnst mjög gaman að það ég hef verið að fara yfir þú veist, hvernig ég vel gesti, að þá það kannski 10. hver skipti, að þá kemur einhver sem að ég hef kannski ekki hitt áður og hef, þú veist, ég bara einhvern veginn sé það í gegnum samskiptin í gegnum tölvupósta á þetta áhugavert, ég til í þetta. Finnst það æðislegt. Af því ég þegar þú sendir mér aðeins þig og söguna þína, að þá, þú veist, þá í framhjáhlaupi varstu nefna hlutir sem eru mjög áhugaverðir, sko. Þetta er alveg mikið, sko. 10 háskólagráður og alls konar varstu á götunni og edrú 93 og þannig ef við byrjum bara, þú veist, kannski stóru myndinni, bara þú veist, þú ert að vinna núna einmitt við að handleiða fólk og með allar þessar háskólagráður og allt þetta, en bakgrunnurinn þinn, þú veist, þú þekkir erfiðleika veginn raun. Já. Þannig að þú veist, hvað finnst þér ef þú horfir tilbaka núna bara á æskuna þín og uppvæstarárin, þú veist, hvernig var þetta og hvað var það sem að móta þig? Já, við erum sem bara byrjuð. Já, við erum bara byrjuð. Já, hvað var það sem að mótaði mig? Það eru auðvitað, sko, lífsreynslan mín sem að móta mig og allt umönnunar fólkið í kringum mig á sínum tíma. Fólk hefur áhrif á fólk og við mótum hvort annað sem er svo eitthvað dásanlegt, þessi samsköpun á milli einstaklinga. En já, það sem mótaði mig er umhverfis ég ólst upp á Siglufirði og það er sjávarþorp og stór og einhvern veginn yndisleg fjöll allt í kring, þannig maður svolítið svona umvafinn. Fallegu bær, yndisleg bær. Og ég upplifi mig, sko, enn í dag ef ég kem til Siglufjarðar umvafða. Já. Í fjallagarðinum. Þekki fjöllin vel og svona. En já, það mótaði mig, bæði þessi þá nála við fjöllin og nála við sjóin. Það sem að, einkenndi líka bæinn var, hann var náttúrulega lítill og það var vont veður og það hefur náttúrulega mótað mig líka. Ég til dæmis ríkir enn í mér þó ég sé búin að vera í Reykjavík síðan og 11 ára. Og þá ríkir það í mig þegar kemur vont veður að vera bara það er ekkert að þessu veðri, sko. Ég veit ekki hvað veður er. Ég var einmitt að hlusta á viðtalið einhvern frá Akureyri sem var að hvart undan því að það væri svo mikið að túrista á lokunum og einmitt að það væri bara einhver smá vindur og það var bara að vera að loka öllu og fyrir norðan væri þetta nú aðeins öðruvísi og fólk væri með annan skilning á því hvað vont veður væri. Já, heldur betur, sko. Og líka hvað snjór er. Okkur finnst rosa mikill snjór oft sem að við fyrir norðan erum ekkert endilega að horfa í. En ég tel að allt þetta að móta mig og svo auðvitað það að aðstæður heima voru ekki góðar. Mamma mín var að fást við áfengissýki og yndisleg kona og vildi öllum það besta en einhvern veginn réði ekki við þetta ástand. Og það einkenndi svolítið hennar auðvitað val og hennar líf sem hafði þá áhrif á okkur, systkinin. Og þannig ég er orðin mjög ung, sko, þegar að bærin allur líka hafði áhrif á, viðhorf bæjarins eða fólksins í bænum, þetta var svona á þessum tíma, að þá var meira svona verið að fuss og sveigja yfir ástandinu á mömmu og svona var ákveðin skömm yfir öllu, sko. Þannig að ég fann fyrir því bæði, sko, sem lítil stelpa var horft öðruvísi á okkur, svo þegar ég komin í grunnskóla, þá voru sumi krakkar sem voru örugglega varaði við því að vera mikið í kringum mig, sko. Ég ímynda með það því að þó ég hef ekki skilið þá hvað ég var að upplifa eða finna, þá fann maður þetta. Það var svona öðruvísi nálgun. Nú, ég auðvitað, eins og börn sem alast upp við alkohólisma, að þá tek ég að mér þetta hlutverk að vera hetjan
og vera svo sem að alltaf með 10 í skólanum og Svona ofur ábyrðar tilfinning. ofur ábyrgð. Já. Og stóð hana bara með góðri plikt. Var þessi sem var með 10 í skólanum og mætti og það var aldrei neitt út á mig að setja svolítið í skólanum, hagaði mér alltaf vel og einmitt fór og hjálpaði ömmu í garðinum og var svona hjálpsum, var alltaf að reyna að safna stigum fyrir fjölskylduna sem maður skilur í dag. En svo fekk ég nóg af þessu. Byrjaði að rebella. Já. Fór ég mikla mótstöðu við þetta allt og þá var ég bara 10 ára, sko. Já, það? Já. Ok. Var mjög ung og Hvernig lýsti svo mótstaða sér? Já, hún lýsti sér meðal annars því ég var náttúrulega á þessum tíma var ég svona ofurduglega að passa og vera með puttan á púlsum öllu og ég fór að segja því upp. Ég sagði því ekki upp að passa systur mína sem ég var alltaf með mér í öllu en svona hætti að vera þessi sem var alltaf svona duglega að hjálpa og fór að kveikja í kofum, klifra í ónýtum byggingum, sína hvað ég var klár í köðlunum og bara vera svona með villingunum í bænum, skilur gera alls konar svona prakkarastig. Það rifjar upp alls konar hluti hjá mér líka, sko. Þegar þú segir þetta, sko. Já, það var eitthvað kveiki í flugeldum á einhverjum stöðum sem mátti ekki að gera það og alls konar eitthvað svona. Þú kallar þetta prakkarastrik, sko, en maður var stundum komin alveg vel yfir línuna. Það var alveg hætt að vera prakkarastrik, sko. Þetta var orðið pínu alvarlegt, sko. ég myndi segja að það væri mjög alvarlegt eins og kveiki netakof og svona. Þetta var, það var orðið á mörkum. En kallaði samt prakkarastrik og sko krakkarnir sem ég var stundum að umgangast á þessum tíma voru kallaði villingarnir. Já. Það var svona voru alltaf einhver ákveðin heiti yfir fólk á þessum tíma. Þannig að ég flokkaðist kannski ekki sem villingur, ég veit það ekki. Ég gæti verið blekkingu með það. Ég man til dæmis einu sinni fór ég á reunion með þessum krakkum sem eru jafnaldrar mínir og ég hélt að ég væri að fara inn og fá þetta við á Díana sem var alltaf svo elskuleg og dugleg. En það var ekki þannig, þau myndi eftir með þessi villing. Já. Þannig að kannski það aðeins blekkingi og mér að halda að ég var alltaf svona elskuleg og ekki flokkast sem villingur en ég var svolítið með villingunum. Það var svona mín uppreisn en síðan fór hún auðvitað aðeins lengra þegar ég var bara 11 ára þegar ég fór síðan heiman. Hvernig, hvað flúður þau bara heiman? Já, ég bara mamma átti mann á þessum tíma sem þau voru svona í einhver skilnaðarferli og hann að fara til Reykjavíkur og ég fæ bara leyfi til þess að fara til hans. Fer til hans og læt mig sem var að hverfa þaðan. Frá honum? Frá honum. Bara í borginni? Bara í borginni. 11 ára gömul? Já. Hvernig, með það að fara heiman, 16, 17 er mjög snemmt en 11, hvað, færðu þá bara eitthvað að reyna að bjarga þér? Já. Það sem að ég rauninni gerði, þetta er svolítið merkilegt, ég skráði mig í Breiðholtsskóla. Ok. Og gerði það því að ég kynnst strák sem var í Breiðholtsskóla sem var skemmtilegur og ég bara ákvað þá að skrá mig í Breiðholtsskóla og reyndi að vera eitthvað í skólanum að reyna að læra eitthvað og halda áfram en það tókst illa því að ég bjó á götunni, ég var svaf í bara svona hitaskúrum og stigagöngum og auðvitað ef ég fekk að gista hjá einhverjum eins og þessum vinum mínir sem ég fekk stundum að gista hjá. En annars, já, ég bjó lengi vel í svona vinnuskúr fyrir utan Hótel Borg á smárum. Það var verið að laga Hótel Borg. Það var eiginlega uppáhaldsstaður minn. Þar var svo mikið af svona vinnugöllum og vinnuúlpum sem maður gæti hjúfra sig inn í þegar það var kalt. Þetta er magnaða, maður hugsa einhvern veginn með mótar þetta inn í nútíman, sko. 11 ára barn væri bara eitthvað flakk á milli staða til þess að gista og næturnar, sko. Þetta er svolítið svakalegt, sko. Og klinka sér á hlemmi fyrir brauði. Hvað segirðu? Og klinka sér á hlemmi. Hvað er það?
á þessum tíma var alltaf að tala að maður var að klinka sér, að maður stóð fyrir utan hlem og sagði áttu tíkall, áttu nokkuð 100 kall. Máttu missa smá klink í strætó, klinka sér. Og þá var ég að þessu til þess að hlaupa svo inn í næstu búið, kaupa fransbrauð eða eitthvað til þess að borða. En hvernig sko, því að manni finnst sko eitt af því fallega við Ísland, þetta kannski svona hægt og rólega aðeins að breytast eftir því sem Reykjavík verður meiri stórborg, einmitt að ég man fyrir einhverjum árum síðan, þá var einhver sem svaf í bíl fyrir utan Esjuna og það, kemur í fréttirnar og það bara daginn eftir voru bara 10 manns búin að bjóða viðkomandi góðan stað til að gista á sko. Þannig að hvernig getur það verið að 11 ára barn síðan, var enginn sem saði bara, hvar eru mamma og pappi, var enginn sem var að reyna að grípa inn í? Sko ekki neitt af þeim sem ég var náttúrulega að þvælast með í undir, þetta kallast undir heima Reykjavíkurborgar. Ég var mest að þvælast með þannig fólki. En útideildin á þessum tíma gerði það. Og á þessum tíma, þetta náttúrulega mörg ár síðan, kemur í ljós hvað ég miðaldra. En að þá var starfandi útideild og útideildin, hún auðvitað, eins og ég hef orðað í gegnum tíðina, var að hirða mig upp hér og þar þegar ég var að deyja áfengisdauða kannski einhvers staðar eða var illa á mig komin einhvers staðar. Og útideildinu auðvitað var að spyrja svona kræfandi spurninga og sömulegis löggan þegar löggan var að hirða mig upp. En það endaði með því að ég keyrð allavega nokkur sinnum inn á neyðaratkvæðarúlinga og það var þá á Kópavogsbraut 9. Þú manst eftir því? Ég man eftir því, já. Og þá auðvitað í kjölfar þess að ég vistu þar í einhver tíma að þá tekin svo ákvörðun út frá félagsráðgjöfinni að ég vistuðin á úlingaheimili sem þá á Kópavogsbraut líka. Og já, ég fer þangað inn og átti heima þar í, hvað held ég, það byrja 9 mánuði. Og þetta svona rétt fyrir 13 ára afmæli mitt, sko, þegar ég komið þangað inn. Og þaðan, sko, strík ég, geri uppreisn, það var alltaf uppreisn. Og í rauninni, sko, fer ég uppreisn þar, að því að mér fannst ekki rétt að öllu staðið og svona. Hafði mjög mikla skoðanir á því. Og í kjölfari ég strík þaðan og næst náttúrulega fundin að þá ég send á heimahæst. Ég reiki mér út af fyrir. Þannig var gripið inn í á þessum tíma, allavega hjá mér. Nú, þegar ég var búin að vera að reiki mér út af fyrir einhvern tíma var náttúrulega reikin þaðan, alltaf með uppsteitt. Og eftir það, einhvern veginn eins og kerfi hafi bara sagt, ok, hún verður bara að sjá um þetta sjálf. Hvað er þá gömul? Þá er ég 13. Já, og þá er bara kerfi búið að gefast upp eða það er enginn sem er að grípa inn í? Nei. Veistu hvernig þetta er í dag? Þú veist, maður hugsaður, þú veist, eins og bara, hvar var pabbiðin í þessu? Var hann aldrei inn í spilinu? Jú, pabbi, sko, mamma og pabbi þau, skilja bara þegar ég er unga barn. Eða skilja, ég veit ekki hvort þau skilja. Og hann í rauninni bjó alltaf einhvers staðar út á landi fyrstu árin held ég, sko, sem ég er barn. En já, þegar að ég síðan fyrir að hitta hann svona öðru hverju sem krakki, að þá voru tengslinn samt ekki það mikil að hann kannski gæti verið að fylgjast vel með. Ég veit ekki almennilega hversu mikið hann vissi af því hvað var að gerast á þessum tíma. Hann dáinn í dag og dó þegar ég var bara 22, rétt þegar ég er að verða edrú. Og við náðum, ég og hann aldrei alvöru spjalli um þetta. Ég skilji. Áður en hann dó. En konans hefur auðvitað, sem að hefur verið mér ótrúlega stóðast í gegnum árin og bara er eina mínum kæru fjölskyldumeðlumum að hún hefur auðvitað sagt mér eitthvað en það hefur gott að geta átt að spjalla pappa. Já, og mamma þín hefur þó bara verið það illa haldin af bara alkohólisma.
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.